ég sem vinna fyrir fyrirtæki og ég ok. Hvað margir það sem trú alls ekki á það? Sem har þetta bara algjört hvað? Hlakkar til að mistök. Hlakkar til, ok. Hefur, ekki, hvað margir finnst þetta? Ok, og hver trú á það? Ok, ég segi þau fólk. Hérna á meðan þið eru hérna, segjum, ég sé ekki gæðu, að þetta er ekki sannlega fyrir þessu. Hugsanlega geti ég gert það sem ég segi geti gert með að tala við halda hins fólk. Ok, ef að á meðan þessu stendur bara, þið veitir það að þið megið fá endurgreitt eftir þetta. Oh my god. Það er allt í lagi mín vegna, en á meðan þið eru hérna, þá ekki vægt meðan klukkutíma, þið sendur bara já, bara ekki hugsa með þessu ömlu núna, af því ef að ég er að nema okkur og ég er bara hinn, eftir veit, að skrítin á, að leiðum til lokið hún þá með öðurleg, hvað var ég að gera að koma eða 3.000 krónur. Að það sko, flottast allt frá mér, það er ekki meira en 50 manns, því ég er bara í handlum mikið fólki. Þannig sendið bara fallegt á mig að þið eru opinn fyrir þessu, fyrir möguleikunum, og svo með ég jarða mig með þessu við búið. Okay. Og endilega munið þetta með síma, vegna þess að ef hann hringir, það því að þannig dýfa ég svo far. Þetta er döttið. Ok, ég ætla að útskipta, veit einhver heyra smá fyrir að virka hjá mér? Þeir eru samt. Ok, ég sem sagt, var ekkert svona brjálast að skipa. Ég var ekkert að lappa og horfa þetta dónu fólki að þetta. En þegar ég var svona 15 ára, þá var ég skynja hluti. Og þetta er svona, hvernig útskipta maður þetta? Þeir eru stöld að hugsa, ég þarf að fara í bónus og ég þarf klárlega að kaupa húsið. Að þú heyrir þessi hugsun í höfðinu, svo heyrir bara, ég heiti Sigurjón og ég dó úr krabbameini. Þetta er dóttir mín, viltu láta hana vita skilja í mig. Og maður bara, ok, ég er klárlega geðveikt. Ég hugsa maður fyrst. Svo þetta er fólk að segja manni aftur og maður sé eftir rétt og ég vil koma með eitt með smá bjóð. Að ég byrja sem sagt óvart að miðla. Finnast ég sem þegar ég er leikona, sérstaklega fyrir efasemda fólk. Ég er leikona og miðil. Sérstaklega því ég er líka unsuccessful leikona sem fyrir finnst. Ég er miðla. Sem er alltaf frábært, gerður. En kannski upp í loka ég var í skam, þetta er bara frábærsta grín. En allavega, þá var ég á milli vinna og þetta var alltaf partytrixan. Þannig að ef að miðlar fá sér glas, það fara alltaf sko hömlur og ekki halda í sig alkoholisti. En ef maður fær sér bara smá, þegar maður fá með 2 vink, þá heyr ég bara hjartafallast í 6 máli, ófrísk var að skilja, klárlega vandað með nýrur á þessum gæja og þegar ég fyrir á kaffibarið, þá fór bara grátandi að það horfði á kaffibarið. Svo var ég heim bara, oh my god, það er vandað, það var bara nei, annars sem ekki fara á kaffibarið, nei. Margrét sem býr með mér, hún er viktig, bara hlæðir þetta bara út úr því ég deyr ekki. En allavega, þá virkar þetta þannig, eftir ég ætti barnið mitt, að þá fór ég að heyra og sjá og finna ótrúlega mikið. Þetta fór bara að brjálast í töðum. Þannig að ég fór til mig sem er Bibi og ég sagði, Bibi er svo verið að loka fyrir mig. Og hún sagði, þú ert arftækið minn. Og ég sagði bara, oh my god, þetta er vandræðilegt, svona er þetta. Bara, hvað er ég að gera þetta okkur óþægt? Hún sagði, ef ég loka fyrir þig, þá poppar þetta bara aftur upp. Og hún sagði, okkur kemur ekki og ég skal sýna eitthvað mikið þetta, því ég fór svona. Og svo sátt ég hring og kemur bara ný manneskja og maður segir bara svona, hei, þú ert alltaf rétt. Og þá fór hugsa bara, wow, kannski ekki geðveik. Og svo var ég með vinna og það fór svo eitthvað komið til mínu og ég sagði bara, ok, nei. Og maður miðlar ekki eftir það svo cool að vera miðil, því það er enginn sem vaknar og það er eitthvað, ég ætla að vera miðil. Lífsstarf mitt er að tala hérna dauðu. Nei, enginn. Heldur, þetta er eitthvað kvöld. Þú verður að, hvað er það líka? Ég fór að rekja við partí daginn og ég heyrði allt. Ég var bara, hæ, látið við vera. Þetta er spesstjórn, en svo kemur fólk sem hefur lögðað fyrir 40 ára síðan. Aldrei talað það. Og ég fæ að sjá þetta eins og kvíkmynd. Og ég fæ að sjá hvernig maður var sem lögðaði, hvernig fötum hann var í hvað fötum hún var í, hvað þetta var staðsett. Og manneskja fyrir að gráta og fær hljóð inn í sér. Þetta fyrir það. Og þá hugsa ég, ok, ég get bara alveg höndla það að vera með nóbreytt, bara þess að fólk bæst að bara, oh my god,
ég er saman, þörglegt. Og bara mamma og systur og mig. Það er þetta. Nei, okkar, eitt skemmtilegasta atriði, ég vil tala aldrei það sem gerist í miðstíðum, en ég veist þetta ekkert svo hræðilegt. Ég sé hund, og hundurinn segir við mig, ég geti sáður. Og ég bara að vera hundið klætt, bara gera þetta svo. Ég bara búin að halda að gera þetta innilega að ég sjáu, en ég bara og ég bara hugsa inn og bara hlusta á mamma mín, þessi barnið mitt, bara svo sé ég bara hundinn og hvernig sé ég? Þetta er eitthvað svona eins og ég sjá lifandi fólk sem betur fer, það er frekar óþægilegt. Ég bara finn, það kemur eins og móður og bara sé hund og hundurinn segir annars að segja hvað ég veit sáður. Þú veist, ég heyri það bara og eitthvað flættan segir inn á mönnir og hann eitthvað, segð henni að ég heiti Sámur. Og ég knöði þetta í 15 mínútur og svo heyri ég þetta bara svona eins og yfir stingjan aftan og ég bara hundur Sámur og hvað Sámur minn ég er ekki að fara að kletta þetta svo fucking crazy en þú veist, þetta er svona eðlilegt fyrir þá sem eru með þetta, það er ótrúlega gaman að sitja með og bara já, sástu hérna, Jesú minn, já, en bara það sé eitthvað velmýðilegt. Og svo er fólk sem fullt af fólki í kringum, það er prófessor og blöðmur starfræðingur og þau bara elska mig og þú veist, finnst það fyrir freak out og þau eru með eitthvað dýpið þetta, sko, respektum fyrir svona space í þessu. Svo er kærturinn heldur að ég sé það góði líkingur eftir því, að ég geti bara spáð fyrir amazing hátt á þessu með að finna lyktina eitthvað inn í bandið. En anyway, nú er þetta ágætið introduction. Ok, segjum, þetta er svolítið skemmtilegt. Hver er Frosti hérna? Það þú samt aftur. Hver er Frosti? Heyrðu, velkomin. Frosti ætlaði að fá mig í pappin sinn og sagði Sigardögg sem fræðingur vinkonum mér, ekki gera það, hann hatar miðla, hann fyrir að eyðileggja þig. Og svo síðan brjátaði ég að hann áttur að koma á fundin. Barnið mitt, það er bara upptökum og nei, ég veist að það er skýra. Ég bannaði upptökum þetta. En ég ætla að segja, ok, þannig að þetta virkar þannig að ég var ekki trú, mér finnst þetta bara svolítið, ég var svona spiritual jú kannski en alls ekki trúmál, ekki verið stressuð klukkum ég er alveg með þetta, þetta er svona ákveðs innbúð en eitthvað fyrir þetta. Ok, svo þegar þetta bara ákveð, þetta er ekki svona crazy trúmál, þetta er svona sótt, hitt, eitthvað hræðið, eitthvað, ég trúi, ég bara, nei! Jú! Leikar óþægilegt, hvað sýnir mér? Guð er alltaf ekki andlit kirkjunnar þetta trúarbragð. Trúarbragð er bara vatnslega teitur mannsins í gegnum andlitnar þegar manneskja komst í snertingu við eitthvað guðlegt eða eitthvað, þetta er væl. Þannig að allt er dauði og hörmungar í kringum trúarbragð, það af völdum mannana. Þess að búið til Guð sem feitur reiður maður sem drepur alla, þannig að það er maður. En fyrir mér Guð okkar sem er basically þetta besta tölvukerfi í heimi með tæðasta batsi. Og ég vil meina að það sem er gott í mannskjörni er sálinn er bara þannig að ja. Ok. Svo þegar fólki kemur inn í handaheimsfólki þau sýnum við bara basically að það er ekki til dauði. Þetta er lífsdauði eða líkamsdauði og svo kemur bara yfir. Og hvað ef að það leika eins með þetta sýnir. Ok. Hvernig sé ég hluti eins og ég vil? Ég veit ekkert þar. Bara heilum minn að það útskýra upplýsingum sem ég fæ. Og þegar ég fæ það aftur og aftur og aftur og aftur, þá fer ég treysta en muni ekki trúa neinu sem ég segi. Það er ekki bara það sem stertir, hjartafjörstu, passar við, hendur sig að helstu, en ég er svo kaffifiltur, þannig að allt sem kemur í gegnum mig er litað af kartafjörstu sem ég lifa fyrir stund samlega. En ég ætla bara að útskýra fyrir ykkur. Segjum að í handanhefum sé raunverulega lífið og þetta er draumur. Og við getum farið svona matrix-stökk. Það geta þessu gert svolítið við efninu sem lífið er og gert það meira skemmtilegt aftur þess sem dráðast það mikið. Það
þýðir ekki virðing fyrir sjúkdóm og langveiku fólki, það erfitt að vera til þetta, en ég get ekki ýmislegt þess að gera aðeins betur. Segjum að lífslíðinni þessi bara svona trygg. Ég er búin að skilja allir hvað ég er að segja því að ég segi upp. Það er ekki, skjátt sem að fólk. Okay? Þegar ég er búin að downloada niður upplýsingum á appu. Þú veist, ég ætla ekki að stefna með hvað í það en þessum slísum hlutu og yngstar að það stendur lífsklukkan mín þeir 73 kjörna. Inni lífsklukkan það fyrir þeir og í hverju lífi er það saknaðir í basically eins og tölvuleik. Það er nýtt bort, þá er það óvitund í aðvitund. Hvað ef við erum bara quirky efni sem heitir Guð og þetta er bara skemmtilegt? Heiðu, en allavega, þegar ég þarf fólk til því, þá sé ég getur fram á því sem á ég segja, það er alltaf döðsvöldu að hörmundara, eftir punktaröfum neins og frá því það var 6 mánuðir eftir ógstæðlega. En ég fæ ekki svoleiðis upplýsingar. En af hverju er fólk til miðla? Það er ekki bara til við peningaflokkarar, auðvitað einhverjum. En ég fæ að sjá, ekki bara dánalið, heldur allt sem er í kringum hjúpin ykkar. Þannig að þetta basically virkar eins og sem setur steinvöl á misræðinu vatn og þannig gáður í kringum allt og þess að þeir búin að lifa í þessu lífi og ég ætla að fara way overboard þess að lítið fyrir lífi er kringum hana hjúp og alveg viðtátt getur tapað inn þegar við túlkar slóðstegið. Þannig að allt sem er óunnið, útrýmið upp sem er að taka space eins og í tölvunni þar eða verður reyna að liðurhala eitthvað þetta er alltaf líka heim og við þurfum það til þess að lið það er punktur og af hverju taka miðlar peningar fyrir vinnum sína. Fyrst ég var að byrja, það sem er alltaf bara fálega að taka peningar fyrir þetta var svo heim. Það er alltaf jésulegt, það er komið heim til mig. En þú veist, ég var að borga leigu og mat og það og svo er þetta fyndið, að fólk á miðla skiptir ekki máli hvað við gerum, þá er bara ekkert út. Ég er búin að sækja fullt af störfum þegar ég var ekki nýttist að miðla. Ég er bara 30. Má ég fá að vera fræg leikona áður en ég er miður? Svo ég endur svo vandi. Anyway, þannig að til þess að ég geti síðan fyrir mig og ekki pening fyrir. En miðla veitir þetta alltaf, ef það er fólk sem kemur til okkar sem á ekki pening, þá veitum við heyrum það ekki taka. Og maður gerir það alveg. Og þá segir líka til fólk, þú mátt standa upp eins og það vist að leiða. Þú hvað? Það langar ekki að fara fyrir það. Það er bara að vera þessi tími hérna í kvöld. Ef þú vilti hafa eitt líf ykkar, nei, bara, þú veist, þau eru ekki heilt alltaf gegnum miðbútu, það er líka Ok, en nú er ég bara útskjöðu fyrir ykkur og nú ætlum ég að fara í þetta. Svo, segjum að handanheiminn er einhverjum víktum way up, bara hér. Það filmar. Og svo kemur fólk hér. Ok, hér eitt fyrir, setjum færna alveg niður. Ok, þetta er það jafntími. Ég þarf að jafntíma með það. Ef þið setja það tíma til að ekki eða tíma fólksins sem fyrstilega vill fá að vita þetta. Þannig að þú að opna ykkur bara, þú setjum þetta, bara eitt nokkar mínútur. Og hérna fannst með hugsaði alltaf tíma þetta. Ok. Þannig að bara, er eitthvað sérst fólk sem viljið fá hérna? Ok, ég það byrja aðeins að döma bara það hittum við að hann líka vinur mig. Og hérna, ég ætla aðeins að fara til hann. Svo við aðeins að koma í gegn. Ok, þegar við komum í gegn, þá erum við í heiði inn í mig. Og svo líkamstu smá. Og eitt sem ég vil byrja að gera, það er mjög mikilvægt fyrir mig. Síðast í manneskeiðinu var ég bara veik í viku eftir. Af því ef ég tengist orku og dánir manneskeiði, svo súrælist þetta hljóma, þá síðan þetta kannski líkamlega hvernig leið. Þú veist, fóruð einhver sjúkdóm til að koma yfir líkamlega. Þannig að það sem mig langar að byrja að gera, ef þið heyri innra með ykkur, oh my god, þetta er aðeins minn. En hvað vandræðilegt að segja þetta frá svona leikja fólki, please segið þið, já, og bara, þú veist, aðeins. Þið þarf ekki að segja þetta frá, þetta er. En ef þið heyri inn í ykkur, þetta sem gerist alltaf eftir kvöldföðum, þegar fólk kemur og bara, oh god, takk svo mikið fyrir, ég bara gat ekki sagt þetta, eða var alltaf núna eitthvað, þannig að vera menn. Ok. Sko, ég ætla að fara með því aðeins að vera eftir við það sem við tölum saman á. Annars pínur áhengt, þetta eru svona hjartansmálunum þínu, bara eftir, ég er ekkert að fara yfir samfélagið, en þannig heldur bara, það er svolítið þrýstina. Og ég ætla að byrja mikið að vera ópersónlega, svona, gera bara svona, það veit ég ekki. En hann bara minna það á, þú veist, það er ekki styrir alltaf búið fyrir umlega eigu,
verða líka aðeins salt, þegar það saltfjáður. Og svo finnst mér bara eins og hann sé hugfeistar, bara stattu þig, drengur. Hættu vera hræddur við að skína og skært. Ok. Peningur koma inn. Ok, áðan þegar ég var inni, þá var svo kona sem var að dansa svolítið. En þetta fengið konum með opnaða lífsgröð, það er svona svolítið ljósett. Og mér svona, hann er svona glöð. Aldrei með því bara, sko, handanheimur oft þannig að það fullt af dánum börnum og eldri fólki. Það fyrsta sem ég mynd sem að, þú veist, þeim líður best. En fyrst eins og þessi kona hafi ekki dáð guðum. En bara tengja svona, þetta kona sem að, ég heyri hrefna. Ég veit ekki hvort að, þú veist, aftur getur verið allt mjög vitlaust með lögstuði. Þetta hafi verið Erna. Hæ? Þetta hafi verið Erna. Já, pottið, því að heyri hérna kakko. Er það kona sem að dansa, og mér finnst það svolítið svona skemmtilegt og mér finnst það hreyfingarnar eru svona, og mér finnst það svolítið kátt. Er þetta ekki? Er þetta 35 ára kona? Ég veit það ekki, þetta er svolítið óljóst. Það er einhverja kettir konu sem heitir Erna, hvernig var hún þá? Það er Grafía. Hæ? Það er Grafía. Ok, hún er ennþá hérna hjá mér. Er einhvern tengja? Þegar hún bara lokka það við svona. Bessárslega vel, með svona mjúkt hreyfingum. Ég fer svolítið á brjóstæðir, þannig að mér finnst það svolítið hratt. Ég fer hérna, er ekki hjartan þetta? Sofna, enginn að tengja þetta. Tengja þetta með Erna. Nei, hún ætlar ekki að fara. Ok, ég bara, ok, lókið hans auðvitað því að alltaf þegar gerst ekki þessu strax, það fara aldrei að hún þetta aldrei, það lókast fyrir mig, ekki gera það, þetta er mættir, það er farið, búin að hendur, ok, nei, þetta ég ennþá það, þetta er kona, hvernig þetta tengja við, þessa kona? Við þetta? Já. Af því ég fundið svona konu til mér bara sjálf í svona... Í svona skikkunni? Já, bara svona ekki dansara sem maður fylgir mér. Sem er rosa hress og er bara alltaf dansandi og gekk í því. Já, það er svona mjög gleðilegt fyrir þig. Já. Það er frábært. En mér finnst þetta að vera manneski sem einhver þekktur. Ég er að fara þangað. Hún gæti verið, skilur, mun endur hana, það gæti fyrir henni sér. En enginn tengir dansandi fallega kona, hún er, þessi, ég ætla að vera með pop. Hún er grönn og hún er svona alltaf svona mjúk, hún er svona efra. En ég fyrir með þetta, þetta er svolítið skilur. Efna mig, vinkan mig, setna mig. Ok. Mér finnst þegar komið hérna kona í ennþá í hjartanum, mér finnst taka yfir líka með það sýna með tilfinningum. Mér finnst absolutt sorg í hjartanum og ég, já. Getur verið að þessi kona sem mér finnst ekki vilja fara, þegar ég fyrir hjarta, getur verið að svitt sér lífi. Ég verði að halda áfram, þegar þetta virkar þannig að þeir fara ekki fyrir það er tenging. Þegar ég sé ekki, ég heyri meira, þá finn ég fyrir fólki og það raðast þau hjá mér. Þannig að ég finn fyrir svona þungum hjartanum, mér er illt í hjartanum. Og þannig mér finnst að einhver hafi dáðan út úr hjartafætt, en hinn hvortum er alltaf fyrir. Og mér finnst að hjartanum hafi tekið steini og svona sorgna. Ok, en ég finn á konu sem er núna ennþána sem finnst vera svo illt í hjartanum, það er farið. Ég fara á 67, 73, þetta er amma, ég er bara ömmu, hún segir mér þetta fyrstaður, mér er svolítið illt í hjartan, það er hjartafætt. Kona 67, 73, bara amma, farin, hjartan.
Þannig enginn ekkert hjarta áfall ég sé þetta ekki svona skilur það var mjög auðvelt fyrir mig eða stæla fyrir mig en kona sem þetta eldri kona sem fyrir hjarta áfall segir það, þetta amma þig þakka þér fyrir fyrir það bara nú mér svona ógeðslega ill ég bara eins og svolítið þunga hér í ljósinu það er svolítið mikið þungi hérna og ég fer hérna svolítið áhyggjur yfir bara lífið yfir höfu núna og sérstaklega þetta drengur sem þú átt fyrir hann áttu dreng? Já, það ok, þú veist svolítið áhyggjur yfir honum ok, það er mjög gott við vorum sett ekki með miklar áhyggjur á hann en ég fer inn á svona það er þungir þetta hjá mér þegar ég tengi inn á svona það er ég svolítið svart þannig að kannski er þetta gömul sko, ég veit það ekki en við svolítið meira svo sem ég bara segir þetta ræðist það, þetta verður allt í góðu ok, ég ætla að segja þetta ég ætla að taka um 5 minútur hlé og ég ætla að byrja bara að reyna að tróða þetta mig aftur endur beint er búin að segja þannig að það geti ekki þú veist, heila út af þessu experience en það verður að hjálpa mér, það orðanlega hefði fyrir mig og þú við mig hérna þetta alveg bara alls ekki að trúa mér og það er svo erfitt því og aftur, drastlega þegar ráðast að þessu manneskinn ég bara finn svona að þetta svartlega maður gett skemmt og saman kúl og maður getur obviously ekki ganga þetta miðlega ekki til og ég heyra þetta ég bara okay. Þannig að ég ætla að fá mér myndabreyk til að vera bara oh my god, það er allt til í heiminum og lyftu bokkunum fyrir mig því annars þetta algjörlega tilfæðsum og fyrir auðvitað kumma sem fyrir svona neikvægt vandræði og bóka allir baka og þannig að aðeins fyrir mig þú veitir bara og ef það er núna sem þráir frá út því það er þetta hæðilegt leiður það spennandi smá grani yfir það kortinu mér langar svolítið að fara til blíblómið sem er til að sem ekki trúandi það sé það hárið ég satt ekki veit það mjög og smá djúr aftur drami svolítið skemmt að sjö sko það er rosa mikið af mengun hún hætti við krakkar hún hætti við ok eftir fyrirgerðarkonu ok, það burt að myndu við því ég er rosalega, ég veit ekki alveg hvað ég gera langt myndi vera hér, langt sem hætti útlanda ég er svona að ég vera múvistar eða ekki, þannig skilur ekki innfram, en sko þú getur alveg leik við svolítið stundum þú er svo góð að skrifa það er svo mikið að skrifa í kringum mig þú veit ekki að byrja að koma þessu allir niður eins og þú getur því að springa skilur þetta ég skilur það þetta tengi, ok, af því mér stundum við að lappa því þú, þannig les ég verð þú ég bara, ég bara skrifa þessu húndi ég maður gleyminni og svo fer það og allt yfir komið eitthvað nýtt mér finnst vera mamma móðramma skilur þetta sem er að koma móðramma, mamma mömmu þína hún hér að fara hún er enda hér er þetta mamma mömmu þína skilur þetta? ok, anyway ok, sko, þú svolítið tróði í hárið stiltu játenging það er bara þetta er svo haft uppi það er svo erfitt að vera haft uppi ég er ekki að segja þetta manísk og ég er að fann ykkur líf heldur bara visla orkunaðin aðeins og jörðina fyrst þú ert fyrstjela sem er í einhver ári þegar þú en ég ætla bara að segja þið það er stóra verkefnið þitt er í kvikmyndabransunni það er 2 lönd sem tengja mig ég fætti Danmörkur, ég fætti Berlínar með þér mér er rosalega vilja Berlín það er sem ég vil langa svolítið vera þar en sko þegar þú verður 50 þá sittur aftur og segir yes og mér finnst koma inn til því verðlaun þannig að ég vil segja að þú komið til að vera successful það er annað barnafólk og ég er bara já, ok ég get sagt þeir sem hitt á einhverju með 9,8% hitt á óléttum til hann ekki þetta er oft fannst ég bara að missa útlitt ok, ég ætla að útskýra fyrir þegar ég sé börn hjá fólki þetta er svona ljós ok, ef það verður ófrísk ákveður vilja ekki barnið þá þú veist, er Guð ekki bara
það bara birtist þessi sál sem barnabarn eða sem annað, en það er hreyfingum. Þannig ég verð svolítið það. En þú viljum svolítið segja, þú veist, ok, eins og koma svolítið skemmtilega með svolítið fyndin myndlíking, ég segir þetta fólk sem kemur til og það bara að leita einhverju fixi eða samt en ekki alveg hvað ég segi kannski. Og ég segi, ok, það er Guð sem er að drukkna í einhverju flóði. Og það kemur bátur og þau eru bara, hei vinnu, komdu. Og það er, nei, Guð bjargar mér. Og báturinn fer og það er einhverju flóðinu, það er nýr bátur. Og það er bara, komdu inn og það er, Guð bjargar mér. Og hann fyrir að, það er komin einhver háhísi rétt af andlutinu yfir og dreif fram og birtist Guðinn, þetta. Danglar í hann, komdu. Hann er bara, Guðinn bjargar mér. Svo bara deyr hann. Eitt Guð og það er bara, hei, hvað er að? Þetta bjargar mér ekki. Hann er eitthvað, veistu hvað ég frikinn reyndi? Þannig að þetta er svolítið að fara til því, þú veist, því að þú ert kannski að kalla innra með bara eitthvað, ég veit í appinu mínu stendur að ég verð nákvæmlega successful kvikmyndakona og handritin einhvern skipta hann, það voru svo sterk að strengu okkar þjóðfélagi og ég er svona reið og þú veist, verður tíma til að fá mig skýr og bara á andlitinu ekki ráð og jéttu það, svona. Þannig að þau segja að skrifa reiðina þína, þú veist, hvernig einhverju heyra hugmyndin, nema ég. Þannig að þau fara að skrifa og fluttið til útlanda, þetta er allt of lítið landlega, fyrir mér í Íslandi, hérna hlæmur. Þetta er bara stofnarstuð, með fullur virðingu. En þannig út með útlanda, fara að skrifa, svo rúlar fótbolti hjá þér. Þú bendur fram. Og það tengir við þig að fótbolta ef ég fara frá þér. Ok, mér finnst það lítill drengur en að spaka fótbolta. Og ég er bara 7 ára á dreng. Eitthvað sem tengir upp barn sem að fótbolta að fara aftur í reynum og hljómaður sem ekki randum, þetta er öðvöld. Þetta er gaman. Ég lef þetta 32 ár síðan. Ég er svolítið bara, ég er svolítið bara því. Ég leiði þig með þess að ítast það. Þú ljósir þetta með einn af okkar að mæta með þig. Já, ok. Ég finn hjarta eftir veikast og þetta ekki mikið fyrir að láta tala við framfylgta fólki eitthvað svona príma. En ég svolítið að maður beðið sérstaklega á svona tengingu í henni kvöld. Þetta byrja með samt að þetta mörgum verður svona kristíð, ég veit ekki en það verður ógeðslega gaman að þetta virkar. Ég svolítið, mér áður svolítið að breyta mig vinnu eitthvað. Svolítið leið. Þú sýnum alltaf þér spil, hvað þér spilum fyrir þér. Fengir það? Er það? Þakka fyrir. Þetta er kannski spáfrið? Ok, þá ætlum ég að segja að handan hefur sig að segja, hei, hvað heitir þú? Steini. Hei Steini. Er leiðilegt í vinnu hjá þér? Langar þér í peninga án þess að borga skatt? Ok, en ég var ekki að handa ekki við þetta aftur í uppnæði. Sko, þegar ég er að miðla. Fyrst var ég alltaf að íta frá þessu hundinum eða einhver sem var að fá, ég fannst það eitthvað crazy. En þegar þú veist þetta er ekkert með því að gera, þannig að til dæmis ef að þið farið út og eru bara hvað sorglega fyrir stúlkur, þá er mér alveg sama, því að það sem ég er að heyra er ekki frá mér. Skilur við? Þannig að þau eru svolítið minna átáð með tenginguna þína, hættu við að fyrir sem persónleiki. Það er trufla. Þannig að fara dýpra inn í þetta. Ég heyri píanóleik í kringum þig. Ertu að hlusta á tónlist mikið eða hvað er að þú segir píanó, hvað er þú píanó? En börn. Er einhverju hliðin á þarna, bara hliðina sem er píanó? Það er eitthvað mjög heimil á mér. Það er mjög heimil á mér sem ég hef ekki að. Já, en ok. Er það konu sem spilaði á píanó? Mamma spilaði á píanó. Já, hún farið. Nei, það er önnur konu. Hver er það sem átti það fyrst? Ekki, skilur það?
Ég vikluði mamma henni lifandi, ekki skilur mig, ég sendi hann út döða. Ok, þessum ég ætla að útskýra fyrir klemmu. Ég heyri bara endalaust píanó. Þú bara kona með eldri fingur og spila píanó, þannig að getur ekki, það þarf ekki að vera þú, skilur við. Ok, einhver annar sem að tengja? Amma með píanó, þetta Ok, þið sittum við bara í svona spennitrís tilfinningu, bara haltu áfram að hlusta á þetta fucking lag, þangað til einhvern fattar. Einhver lítil rödd inn í einhver segir, oh my god, kannski einhver frekka mér stella. Takk fyrir! Oh my god! Takk fyrir. Ok, byrja ekki, þetta er í kvartna. Ok, sík. Og hún er farin. Ok. Ég þekki dömurlösinu núna. Herri, ok. Sko, mér finnst píanótenging meðalveg svona, þú veist, hlusta ljúfa tóna lífsins. Ekki drani, heldur gleði. Og þú heldur ekki að fara mig. Það stundur svona undirliggjandi hugsun svona, vilast þegar ég að fara, þetta er sagt í núna, skilur við. Það er sko. Ok, ég vil bara segja, hvað er aðeins fyrir gleði? Og þegar hóttar hérna, hún er svo mikið líkt og mín. Ok, nú því að ógeðslega mörgum fyndið, þetta er ekki annað þannig, þetta er hún. Þetta hægt að hugsa svona mikið mig. Ég er þarna, í hjartamörginu, ég má ekki vera svona mikið í lífinu þínu, alltaf í höfðinu. Fattar mig? Skilur þetta ég að segja? Já. Flott. Ég þarf að yngri systur mína, ég vil svolítið svona styrkja hana. Reykingum minn, þetta var tengt hægaftanum hennar. Þetta er ekki bannur. Ok, en þessi yngri systir, hún þarf áfram frelsa, hún er svo brjálæðslega frjáls og mér langar svo mikið að fara. En hún situr hjá þér, hún er svo fallegt útfall. Það eru mörg ár síðan. Og hún tósar hérna, hún er svona, hún reynir svona fallega, hún er svo blíð. Verða skjáð og hún segir, mamma minn, þú þarft ekki að finna annað fyrst að það er ekki liður. Ég er alltaf í hjartamörginu, ég er alltaf náð þér, þú missir mig aldrei. Og reiðin yfir því sem var, það er ekki hægt að taka tilbaka. Hún er stundum svo yfirþyrmandi, þú verður að muna að það er heitt mennskunni. Það væri skrítið að það væri ekki. En þú kemur út og gegnum jörðina að það er ekki bara að minnast hennar og vera sofnað út af henni. Hún er að tala götu. Þú sér götu eftir sig. Þetta er styrst. Dagur þér. Þú skrifa þig. Það var þessi þín. Þú ert alveg skemmtileg. Ég heyra það. Ég fór tímamótum bókstaflössu sem ég segir. Tímamótum. Það er þannig hávaxinn maður. En sko, ég ætla aðeins Ok, það er samt svona láttu fara smá leiðina vinnu. Þú ert ótrúlega hæfileikari. Ertu með tungumáltengingu? Skilum við þetta? Ekki neinn tungumál? Ekki sem talandur Talar meira en eitt tungumál? Já. Það er tungumál. Ég ætla að fara aðeins svona þetta ljósið mitt. Sko, ég fer aftur á svona skrifhjörður. Það er svo margt sem fer í gegnum hjá þér. Þú er búin að vera að hugsa með lengi að fara að skrifa. Þetta er hérna eitthvað brjóstum. Þú verður svolítið að segja, sko, þendu brjósti, verður svolítið menn, þú veist. Þú verður svo langt með að dansa svolítið. Þú veist, þetta er skemmtilegt. Og þau vilja svolítið, sko, það er eins og sér tvær típur. Það er flotta konan, ég er ekki bara að segja mér hræðileg, ekki vera hrætt í mig, sem er opaslega með það, svo er þetta innri pökkar gleði, og þau eru að segja, komdu út, verður með? Hvor típan þá, á að koma út? Gleðis, woohoo! Ok, ég sé alltaf fólk, þau deyð, þau mörg á, hvað eftir að hugsa, þau deyð, við þegar ég þakka að hafa svona samfélagslega samvinskusamur og ekki deyðið einum,
bara til. Held að sé einhvern dansandi konu í kringum mig. Þú náttúrulega eftir að vera frægasta málaði, bara, af hverju stundum það? Það stóð í þér bara líka, þú náttúrulega með mjög sterkar stundum kringum sjálf. Þú með það óunnið með brjóstæði, reiði. Þú náttúrulega að taka þessa reiði og að klessa hana á þér. Svolítið, ok, aftur, sorry hvernig ég segi þetta, ég pínu reiði pappa. Þú veist, ég elsk pappa, það var pínu. Og þau eru bara svolítið að segja, gerðu það, verður bara pínu reiði vegna þess að þetta stífla. Og það er pínu ofhugst. Sko skólinn sem þú ert í, er þið í Kanada? Hvað er þið? Það er Íslandi. Hæ? Ég er á Íslandi. En skólinn? Kanada. Varstu eftir skóli í Kanada? Já. Hvað heitir ljóst? Erla. Heitir þú Erla? Hæ? Ég hélt nefnilega, ég fór með þig og ég sá bara aðra manneskju. Allt í góðu, skiptir einhver máli. Heyrðu, ok, þá því aðeins að hugsa þetta málarðótt. Ég held þú væri málar. Ég veit það, ég veit það. Hann var með þig. Ég vil segja að það sé rosalega margt vissland í þér. Er það tengið af málingadótt eða finnst þetta aftur? Smá bygg, smá aftur. Ok, en samt sko, ég ætla að standa með þig, sko. Það er rosalega mikið listrænt eðli þarna, en þú ert svolítið innfættu í íslenskan búning sem það ekki er fyrir. Og það er ekkert að fara að hjálpa henni. Og allt þetta að hugsa mikið þá þú deyð, ég held ekki, skilju, og mér langt þetta klippum mér hárið að fríka út. Ég ætla að fara með þér svolítið inn á, ok, þá tengir þér Kanadasmá. Það finnst eins og ég sé aðeins, það er eitthvað rosa mikið Kanada, það er ekki að vera þetta að segja til. Þetta er svo, eitt mitt sagði við mig fyrir 5 ára, þú er í liði, og mér fannst þetta fyndið, ég gæti myndi deyja, en það er þarna listræn hæfileikar hjá þér, mér finnst þér að það er eitthvað blómstra í þeim. Ég var svolítið frá einhvern með pappa, ég var svolítið sýta mörg. Ok, þú finnst það að gera þýrast með þér. Er pappi náttúrulega hliðið með þér? Já. Ok, frá. Ég sé að pappi ég elska þér. Þú ert með mér, skemmtilegt, það er pantið þessu. Ok. Segðu það, Pappi elskar þig. en ég ætla að gefa mér leiðið, En ég gefa mér leiði. og það er þetta leiðið. En ég gefa mér leiði til ég fylgir leiði. Ok. Bara það þú segir, þegar þú tóttir mig, þú veit enda út, ekki því ég er ekki svona, wow, heldur að þú hlustar á það líka og þú registrar. Ok, þannig að þú, ef að reiðin þín fara hans pláss til að anda, þarna fyrir við langt að klína henni á vegg. Þarna fyrir inn á það list. En ef ég segi þig að það er bara 22% af því sem allt ekki í raunveruleikanum, að þá, þú veist, þú veist með rosa lína, það er bara ekki reiðin til þess að fá gleðina. Þannig að þegar maður komið þannig til, þá er það svolítið reiðin sem er þess. Nú ætlum ég bara til vina mín, nýja besta vina mín. Ég ger ógst að vænt með núna. Herðu, það var náttúrulega ógst skemmtilegt yfir vinir í andrunni. Það er bara að fara, ég langar að gera meira. Þú veit, neita hæfileikar ekki góð. Þú þarf að ekki trúa sem þeirra. Þau skarta það, þetta er prófsvöldi fyrir til hvers. En þau er svolítið að segja, ég er á leiður aftur. Þú þarf að gera meira. Þetta er rosalega fljótur að hugsa mér, sko stundir fyrir fólk er rosalega heimst. Það er bara, oh my god, þetta er fullkjörn hægir þetta í leikari. Þannig að þau eru að segja, sko, pínur strengur þarna sem að, sko, snertir arrogans, en þau vilja bara segja að það er eftir lagi, það er eftir klart. Þegar ég fann með þig í ennur líf, þá vil ég fara með þig beint á fótó með þess að hafa verið svona Ivy League gæi í Bandaríkjunum með slikt og peningafjölskyldur, gett slikt. Jú, ég veit alveg hvað þú ert. Góður matur, góður, mér finnst þetta mikið til að finnst þú að eiga það? Það er það. Það er mjög skemmtilegt. Þannig að ég vil svolítið fara í það aftur og setja að fara að skipta vinnu. Þetta er innan sama fyrirtæki sem ég er að fá meira space. Og mér langar svolítið að vera með minn eigin þátt. Og þú ert ekki að gera það. Þú er fjölmiðlar yfir kringum. Ég er ekki frá því að þú skrifir bók. Það er líka smá staðan með þér. Þetta er svolítið
Annað fyrst það venjulega, þér allra og farður út halló, eitthvað maður blómið það vandast að þið eitthvað til það er svolítið satt hérna en ég hef ekki fara að auka þau framfættur skilur þið það með vinkonum heldur þér halló þetta er fannst mér þetta það segir þú það áður fyrir að fara áfram húsinni. Vandræðalegt. Vinur minn hérna kemur ofboðslega greindur maður til mín. Ég vil segja að það sé mjög greint fólk í kringum þifinu. Mjög góðan heila. Ég fær að sjá inn í heila þessa manns og ég fær bara að sjá hreyfinguna svona. Ég finnst ég líka finnast fólk fyrir að takmarka á stundum. En mennskt fólk frekar heimst. Það náttúrulega þannig. Það kemur maður sem snertur öxlið að þína. Ég heyri nafnið Vilhjálmur. Ég er mjög léleg í nöfnunum, ég ætla bara að taka það fram. Skilur þetta? Ljúður. Hérna, hvað heitir þú vinur? Mér finnst pappa þins vera að standa hjá þér. Skilur þetta? Er hann lifandi eða dáinn? Ok, það er möguleik. Cool. Ok, mér finnst það standa svolítið við. Það er mjög, þetta hugsa svo mikið, það er svolítið að pæla í þessu, það er svolítið áhugavert. Þú hugsar stundum þess að það er heimspeki hugsun í að þér vinur. Ég ætla að fara með þig í fyrra líf til London þar sem þú varst hefðarmaður. Þegar ég vil ganga svonum þegar ég er hefðarmaður. Mér finnst líka mjög svart á hvítu hvað er rétt og rangt hjá þér, vinur. Og þú ert mjög langtækinn þegar ég er hefðarmaður. Já, ég gleymi engu. Ekki gera neitt á kostnað þessa manns. Heyrðu, þú ert líka prívat maður. Ég er ekki viss að við erum vinir í hætti á þeim ekki þeir sér svona með. En þetta er meira svona, ég var bara rétt að koma við. Sko, ég ætla að útskýra fyrir ykkur. Ég vildi gæti miðla alla, það væri mjög gaman. En ég get það ekki, það er bara og það er ógeðslega erfitt að miðla. Þegar ég var síðast að koma 150 manns, ég var veik í viku. Þetta er ekki auðvelt.
En ég ætla bara að útskýra þessu. Þegar ég er með prívatíma, þetta er ekki að vera auðvitað svo mikið prívatíma, en ég ætla bara að útskýra það. Þá má ég segja allt. Ég segi bara, ok, hér var fóstureyðing 14 ára, þú varst nauðgað þegar þú varst 6. Maður segist ekki við hópa fólk. Og fólk er að segja því, heyri inn í höfðinu á því. Og það er bara svona, verður mig, ekki gera það saman. Oh my god, ekki gera, en jú. Ég vissi ekki. Heyrðu, ég ætla aðeins að tala um þig. Þú eru búin að kærstan á Margrétar. Við erum búin að hittast 2 svar. Heyrðu, en ég ætla aðeins að tala um þig. Ég fer aftur með þessi framlöftur. Ég fara með þessi framlöftur. Það er fullt sem þú ert eftir að gera. Ég er ekki alveg viss húðina. Þú var að vera 100% hvað það að gera. Þú mátt ekki hafa efi í kjörðinu. Það var einhverjur allt. Haltu áfram trú og trista sjálfu. Ekki láta drauga fortíðar hafa áhrif. Það er kona sem bara tók alveg yfir. En það blæður svo sári, loka. Það að gefa þessu völd. Held ekki. Hvað er klukkan? Sér bara klukkan? Nú ætla ég að skrifa út. Ég get ekki meira. Því að frátir ekki hvernig það ekki. Ok, ég ætla að fara með ykkur í eitt. Takk ég bara með ykkur, það er eitthvað sem stengt ykkur og skemmtilegt. Ég fannst ég það bara mjög skemmtilegt. En ég ætla að útskýra fyrir ykkur eitt. Ég samtidig pening og taka peningum sem miður. Þegar ég fór að gera það var ég með svona dörsti tilfinningu. Ég veit ég var Einar og Einarstöðum. En Einar og Einarstöðum, hann átti bíli, hann vann sem bóndi. Hann gat þetta. En í þessum heimi erum við með gjaldmiðil sem heitir pening. Og ég ætla bara að skilja ykkur, það fólk borgar mér þegar við lett gera svona kasta peningum niður. Og ég ætti mjög góðan veginn sem er hollenskur heilari sem var að kenna mér þetta sem þetta pening. Og hann var útskýrðum mér. Þá kemur tíma til fólks. Það er að gefa svona mikið ógæsta ég vil óska þess að ég geta þjáðast svona þetta er ekki svona auðvelt. En það sem ég ætla að segja við ykkur er að hann útskýrði þú fær pening tilbaka, þá er eiginlega orkujafning það sem er búið að gerast. Og mér fannst það bara svo spilltur og hræðilegur að ég hætti að vera vinkonans í 2 ár. Svo ákveðum að vera aftur við. Og ég fór að kenna fólk sem kemur til mig samt pening. Ég langt að því að vera rík, ég rétti á mánaðamótum, en þó það, en ég ætla að útskýra. Þannig að ég byrja ykkur að endurtaka svolítið með mér. Hvort þessi klikka og því hvort þetta fá líkamlega viðbröð við þessu. Það er hvort með þessu, gera þetta fyrir mig. Ok, nú ætlum ég að segja þetta. Ég elska peninga. Ég elska peninga. Ég elska peninga. Guð fyrir þig. Nú ætlum ég að segja, peningar eru bara pappír. Peningar eru bara pappír. Fullir af orku. Ég ætla að setja í peningana. Orkuna af gleði. Tilfinninguna að ég eigi þá skilið. Og ég eigi alltaf nóg af þeim. Peningar eru ekki skítur. Hugmyndir manna um peninga eru skítur. Og ef ríkt fólk er ekki skítur. Þegar peningar er ekki skítur. Þá er ég tilbúin að vera rík. Núna. Ég er það góð. Hvað ef alheimurinn er með maga og í maga alheimurinn steig, allt sem segir við hann getur orðið að veruleika? Ef þið haldið á að segja þetta virkar. Þegar fólk kemur til minn tíma og hefur verið nauðgað eða einhverju, þá er þetta fólk taka af sér limmiða, þess að það er á fótbara, skýtu. Til að sitja á manneskjum sem gera aðeins. Þeir sem hafa mist fóstur, börnin eru ekki hangandi einhver limfót, sálir, þau koma aftur. Og þeir sem hafa farið í fóstrengu, þú er ekki að fara að refsa ykkur. Þetta er ekki lítið speitur kall. Þetta bara kemur, gekk ekki upp, sálum fyrr, kemur aftur. Og svo því að segja líka eitt, fæðingardeburð er eitthvað sem ég sé mest af allir í vinnunni. Þetta er eðlilegt að halda barn sitt fyrir að deyja. Það er ekki fyrirhættur.
fæðingardeildar, þetta getur verið konur og menn. Og það er einhverjum inni sem hefur kannski að drepa sig, eða alltaf að gera það núna, vonandi ekki eftir sjóið, þá ætla ég að segja við ykkur að allir þeir sem hafa birtast mér sem hafa tekið sitt eigið líf, þeir halda að það sé eilíðar myrkur. Þannig að ekkert sem sannar tilvist. Þannig að við erum mjög gráum mörgum, kannski er þetta samt sem ég segja, hvers kúl væri það? Því þetta veit ég hlæja mjög hátt í handan hefur. Ég segi þetta fólk sem er fyrir börnum, ég veit ég veit. En þeir sem að svista þessi lífi halda að það sé eilíð það, að það sé að fara úr sorginni sem er úr þingstansum og þunglundur sem og það verður slökkt á öllum ljósum og þau fá þetta frið. Það er ekki það. Þau vakna heimveginn, bara minni, ekki með líkama eins og við skinnum hann þessari líf, heldur bara hulsti. Það er alveg saman sýtti, langt frá fólkinu. Það sökkar. Þannig ekki drepa. Ok. Eru þið með einhver spurningar þegar þið verður alveg slökkt á mér? Ok, ég er búin bæði. Ok, takk fyrir að gefa mér tíman eitthvað. Við erum byrjuð í þetta. Þið þjáist yfir að með ykkur hafa komið.